Hvað eru vigrar og hvernig virka þeir? Vigur er ekkert annað en lína í hnitakerfi. En hún fer úr punkti yfir í annan punkt. Oft skráð svona úr punktinum A yfir í punktin B. Við gætum verið með einhver aðra bókstafi hérna. Og við skráum færslun oft svona. Þetta þýðir að ég fer með x ásnum 5 og y ásnum 2. Hér er punkturinn A, ég ætla alltaf að byrja í punktinum A hérna. Ég á að fara 5 til hægra, þetta er í raun plus 5, þó að standi ekki plus hérna. Plusáttin er þess átt, 1, 2, 3, 4, 5. Þá teiknum við stundum svona punktalínu. Síðan fyrir ég 2 upp, 1, 2. Það þýðir að punkturinn B er hér, vigrin er þessi lína hér. Það er ekkert frábærlega að tegna hjá mér. Þetta er færslan. Þetta er ekki vigurinn sjálfur, heldur þetta hér. Og hann hefur þessa lengd og þessa stefnu, því vigrar hafa alltaf ákveðna lengd og ákveðna stefnu. Úr punktinum A yfir í punktin B. Græni vegurinn, hérna stendur -2. Ég byrja í punktinum A, ég byrja alltaf einhvers staðar. Þá fer ég 2 til hægri og ég fer 3 upp. 1, 2, 3. Og þá verður græni punkturinn B hér og græni vegurinn er hér, hefur þessa lengd og þessa stefnu. Appelsínuguli hefur 4 til hægri, 1, 2, 3, 4, það er hér, lendir þetta onni hjá mér, og 1 niður. Hann lendir sem sagt hér. Og ég er að nota bókstafinn B þrisvar í 3 mismunandi litum. Ég er aðalega að sýna ykkur hvað af þessu er færslan og hvað af þessu er vigurinn, og við skráum þetta svona eftir hvort að færslan er eftir x ás, til hægri ef þetta er plústala, vinstri ef þetta er mínustala og y ás upp ef þetta er plústala, niður ef þetta er mínustala.